Komið sæl og velkomin eftir að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Rein Alfa, forseti TÍ Trans Ísland. Velkomin. Takk. Þú ert hingað komin til að segja okkur aðeins frá Kváradeginum. Hvað í ósköpunum það? Jú, Kváradagurinn haldinn árlega á fyrsta degi 1 mánaðar og hefur verið haldinn núna í 4 ár í röð. Og snýst í rauninni bara það að fagna kynsegin fólki, fagna kvárum í okkar lífi og hafa bara svolítið svona sumir dagar eru meira svona veitundavakningadagar, sumir dagar eru baráttudagar, en þessi dagur snýst fyrst og fremst það að sýna kvárunum í lífi okkar að við kunnum að meta þau og gera eitthvað fallegt fyrir þau. Svona eins og konudagur, bóndadagur. Akkurat. Og þessi dagur kannski, hann svona svolítið merkilegur og svolítið mikilvægur kannski sérstaklega núna. Það eru erfið tímar. Já, það má segja það. Það alveg ágætlega þungt yfir mjög mörgum í hinsegin samfélaginu, sérstaklega meðal transfólks. Út af öllu því sem að gerast á alþjóðavísu, Bandaríkjunum og líka í Evrópu, í Ungverjalandi til dæmis. Þannig að það afskaplega mikil þörf á því að hafa eitthvað svona dag þar sem að við tökum vel utan hvert annað og gerum eitthvað fallegt saman sem samfélag. Og nú mitt að því að þú minnist á Bandaríkin, þetta gríðalegt bakslag og við hefum nú aðeins fjallað það við þetta borð. Hafið þið, Trans Íslandi, eru þið í sambandi við svona sambærilega samtök í Bandaríkjunum eða bara annar staðar í heiminum og kannski farin að samhæfa eitthvað skonar aðgerðir eða eitthvað slíkt? Við höfum ekki beinlínis verið í sambandi við önnur samtök í Bandaríkjunum, en við erum auðvitað hluti af alþjóðasamtökum og Evrópusamtökum sérstaklega og það alveg talsvert fjallað þetta á þeim vettvangi. En það sem við hins vegar höfum orðið vör við við fáum mjög margar fyrirspurnir frá fólki frá Bandaríkjunum sem að velta fyrir sér sinni stöðu, hvort að það sé mögulegt fyrir það að flytja til Íslands með einum öðrum hætti. Og við reynum þá bara aðstöðu eins og við getum en staðan auðvitað bara svo að Bandaríkin eru á listi yfir örugg ríki hjá Útlendingastofnun, þannig að það ekki tekið á móti fólki á flótta þaðan. Fólk þarf að geta flutt samkvæmt þessum hefðbundnu leiðum og það auðvitað getur verið erfitt fyrir fólk utan EES-svæðisins að gera það. Þannig að þetta mjög furðuleg staða fyrir okkur að vera í og eitthvað sem kannski hefði verið nokkuð óvænt fyrir 10 árum síðan. Einmitt. Eða bara 4 þegar Kváradagurinn svona fór af stað. Já, ég meina, ég held að við höfum búist við því að þetta myndi gerast svona hratt, þó svo að ekkert af því sem hafa verið að gerast hafi beinleinis komið á óvart. Þetta allt saman í samræmi við það sem hefur verið gefið út, en við einhvern veginn samt sem áður held ég höfum flest búist við að þetta myndi gerast hægar. Þetta væntanlega, þetta ákveð áfall. Já, bara fyrir okkur öll held ég, sem að svona heyrum með hausinn ágætlega skrúfaða á okkur. En getur þú sagt bara svona aðeins eftir að Kváradeginum, nú svo margir sem að kannski af okkar áhorfendum sem að svona velta fyrir sér með þessum fornöfnum og hvað kvár og hvern má ég kalla kvár og svona þetta helsta. Ertu til að fara aðeins yfir þetta með okkur? Já, kvár, þetta orð sem að fólk sér kannski í mjög miklu mæli út allt nú til dags. Við náðum rosalega hraðri útbreiðslu á síðustu tæpu 5 árum síðan þetta orð leit dagsins ljós og þetta sem sé nafnorð yfir einstakling sem kynsegin, sem þá einstaklingur sem að samsama sig hvorki 100% við það að vera karlkyns eða kvenkyns. Getur þá verið mjög fjölbreytt. Þetta rauninni bara allt sem fellur ekki undir þessi 2 box. Fólk getur upplifað sig eitthvað á milli, blöndu af báðu eða bara eitthvað allt annað út fyrir þessi hefðbundnu box. Og þetta orð, eins og ég sagði, kom fram fyrir 5 árum í hýrðarsamkeppni Samtakanna 78 og hefur náð mjög mikilli útbreiðslu
og svona á allra vörum myndi ég halda þrátt fyrir að fólk kannski endilega átti sig ekki á því hvað þýðir. Það sem að hefur oft verið miskilningur, sérstaklega áður en þetta kvár-orð kom fram var það að eitt vinsælasta kynhlutlausa persónufornafnið sem hefur verið notað, hán, hefur verið tekið sem nafnorði af mörgum, þannig að transfólk og kynsegin fólk sérstaklega hefur í gegnum tíðina mjög oft fengið spurninguna, ert þú svona hán? En í því tilfelli þá myndum við frekar nota orðið kvár. Hán persónufornafn sem beygist eins og lán, tekur yfirleitt með sér hvorkynsbeygingarmyndir, þannig að hán svangt. En það ekkert eitt sem gildir yfir allt kynsegin fólk, það eru til mörg mismunandi kynhlutlaus fornöfn, sumt fólk vill nota hvorkyn með lýsingarorðum, sumt fólk vill nota karlkyn eða kvenkyn, og það bara rosalega einstaklingsbundið og við þurfum alltaf bara að fara eftir því hvað fólk biður og spyrja ef við erum ekki viss. Og það má spyrja ef maður ekki viss? Það má sjálfsögðu spyrja ef við erum ekki viss. Og það alltaf betur að spyrja heldur en að vera í einhverju svona svakalegu óöryggi með sig og fara að kannski bara forðast í algjörlega lengstu lög að kynja manneskuna. Það verður rosalega svona kjánalegt að tala þannig. Og ef fólk gerir mistök þá auðvitað á maður ekki að gera eitthvað svakalega mikið mál úr því, heldur bara biðjast afsökunar, leiðrétta sig, jafnvel ekki einu sinni biðjast afsökunar sko með beinum hætti, en bara svona leiðrétta sig, sýna að mann átti sig á mistökunum og þetta hafi ekki verið viljandi, en ekki gera stórmál úr því og einhvern veginn setja manneskuna í þá stöðu að þurfa að afsaka það sem gerðist einhvern veginn. Það ekki lægjarangkinni fólk, en það mjög augljóst fyrir fólki hvenær það gert af ásetningi og hvenær það eru bara mistök. Sko, kváradagurinn, nú eru bóndadagurinn, súrmatur, konudagurinn, blómvendir. Hvað vilja kvár á kváradaginn? Já, það var bara eitt svar við þessu. Mjög fjölbreyttur hópur. Já, ég myndi segja með fjölbreyttasta hópi fólk sem þú getur fundið þegar þú ert að taka þetta sem eitthvað svona samheiti yfir bara allt sem fellur ekki undir þessu box. Það þetta, já, það einstaklingsbundið, en mjög mörgum finnst gaman að fá blóm. Súkkulaði til dæmis, bara hugmyndir frá mér. En ég held aftur að það sé bara gott að hlusta á hverjum í kringum sig og fólk vantanlega kannski þekkir sína nánustu að einhverju leyti og veit hvað myndi gleðja þau og það þá bara að gera það. Já, nota ímyndunaraflið, svona akkurat. Áður en að kapitalismin nær svona að læsa klónum í þennan dag og gera út á hann með svona ásetningi að selja varning. Akkurat. Dagurinn, já, þetta nú ekki dagurinn í dag, þetta á miðvikudaginn. Hvað dagurinn? Þriðjudaginn, það bara morgun. Já. Þetta fyrsti dagur einmánaðar sem sem sagt alltaf þriðjudagur. Það þriðjudagur. Í lokum mars. Ég vissi ekki að það væri þriðjudagur. Þú ert að segja mér fréttir að það fyrsti dagur einmannar sem alltaf á þriðjudagi. En þannig að, já, fólk hefur ennþá nægan tíma til þess að gleðja sitt fólk og sína nánustu. Hvort segir maður? Sitt kvár eða sín kvár? Sína kvár. Sín kvár væri þá fleirtala. Eins og maður myndi segja sína konu og sinn mann. Já, það væri þá sitt kvár. Já. Bara svo þetta sé allt rétt. Rein Alfreð, þakka kærlega fyrir að koma og segja ykkur aðeins frá þessum degi og við hlökkum bara til að fylgjast með ykkur í framtíðinni og gangi ykkur vel. Takk fyrir mig sem leiðis. Og á þessum nótum skulum við ljúka rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur sem áhlýttuð og horfðuð á okkur hér í kvöld, öllum góðum gestum, tæknifólkinu okkar góða og ég þakka samstarfsfólki mínu sérstaklega vel fyrir daginn. Takk fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda
og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.